skulum við bara byrja á þessu. Það sem ég kem til með að gera er að fara yfir það hvernig við vinnum virðisaukaskattinn. Frá upphafi til enda og við skulum kíkja á fyrstu glæruna. Það sem við byrjum á er að átta okkur á því hvað er það sem við eigum að skila. Hvað er það sem að virðisaukaskattsuppgjörið á að sýna okkur. Og til þess að gera það þá opnum við bókhaldslyklana. Við förum inn í afmarkanir og afmörkum okkur á þau númer sem að vaskurinn er á og dagsetninguna fyrir vasktímabilið og síðan á þá deild sem að þær deildir sem að vaskurinn tekur til. Staðan á þessum lyklum með þessum afmörkunum sýnir okkur töluna sem að við eigum að skila í þessu uppgjöri. Ég kem til með að fara yfir þetta í raun þar sem að Seyðfirðingar voru svo elskulegir að lofa mér að nota þeirra gögn til þess að vinna uppgjörið. Þannig að við förum í gegnum þetta allt lið fyrir lið á eftir, en ég ætla að byrja að fara aðeins yfir þetta á skjánum. Það sem við gerum þegar við stofnum vaskuppgjör er það að við smellum, þegar við erum búin að velja vaskuppgjör, þá smellum við í hornið efst í vinstra horninu, smellum á nýtt. Þá fáum við upp nýtt skema, nýjan glugga og þar byrjum við á því að fá upp það númer sem að uppgjöri fær. Það er númer sem að kerfi gefur. Síðan veljum við vasknúmerið sem við ætlum að fara að vinna uppgjöri fyrir. Leið og við veljum þetta vasknúmer og staðfestum það, þá hefur kerfið samband við RSK, grunninn hjá RSK og kannar hvað á að vera, hvað tilheyrir þessu vasknúmeri, hvaða tímabil er næst í uppgjöri og svo framvegis. Þetta kemur bara inn á grunni hjá okkur, inn í gluggann. Síðan veljum við að reikna og þá reiknar kerfið út upphæðirnar og þá berum við saman, er þetta það sem að sömu tölur og það afmörkunin sem við vorum búin að skoða áðan er að sýna okkur. Síðan förum við í villuprófun. Þá er aftur haft samband við farið inn á grunni hjá ríkisskattstjóra og kannað borið saman hvort að allt það sem að við erum með er rétt og passar og við fáum svar við því. Þegar að við erum búin að fullvísa okkur það að þetta er allt saman rétt, þá bókum við uppgjörið og að lokum þá sendum við það. Nú, þá skulum við kíkja á það hvernig þetta er í raun og hvernig gerist þetta þegar við erum að vinna þetta. Og þá byrjum við á því að fara hér inn á skoða bókhaldslyklinn. Hérna er ég búin að opna bókhaldslyklinn. Ég er búin að afmarka mig hérna á vasklyklana sem er að ræða. Það er að segja, vaskurinn er á þessum lyklum, á þessu bíli. Og hérna erum við síðan með dagsetninguna. Þetta er sem sagt dagsetningin á tímabilinu til 20. janúar og febrúar. Við erum með deildarafmörkunina, þannig að þetta hérna er það sem á að skila. Þetta eru upphæðirnar sem að við eigum að fá á vaskuppgjörið þegar við förum í það. Það er að segja, útskatturinn á að vera 1.143.409, innskatturinn 59.817 og endurkrafið vaskur er 1.397.187. Nú skulum við kíkja á það hvernig þetta gerist þegar við vinnum uppgjörið. Þá skulum við taka þessa mynd út og
setja þessa inn hérna. Hér erum við með upphafsmyndina hjá aðalbókara og hér erum við með eitthvað sem heitir VFSK rafrænt uppgjör. Við smellum á það, fáum við upp þessa mynd hér, listan yfir, sem er listi yfir þau uppgjör sem er í gangi. Nú, þetta er nýr notandi, þannig að það er ekkert uppgjör sem er komið inn. Þannig að þá veljum við hérna nýtt og núna ítum við á Enter og þetta Enter gefur okkur númerið sem við erum að nota, og nú er ég búinn að vera að fikta hérna aðeins hjá þeim, þannig að það kemur annað númer heldur en ætti að vera. Hérna ætti að koma upp bara númer 1, en það kemur upp númer 10. Hér veljum við síðan vasknúmerið sem er að ræða. Og það er þetta hérna, ef maður rétt, við skulum bara prófa þetta. Þá sækir hún, nú hafði hún samband, það gerði samband við skattinn og hún sækir sem sagt þessar upplýsingar. Tímabilið er janúar, febrúar, árið er 2017. Þetta eru dagsetningarnar frá 1.1. til 28.2. og hér kemur eldri opnar með öllum. Það er að segja, við erum að, ef að væru, nú erum við að gera upp fyrsta tímabilið, en ef við værum að gera upp annað tímabil, þá myndum við einhvað síður vera með hérna frá 1.1. og þetta tegund færslu eldri opnar með, það þýðir það að þá er hún að, ef það er eitthvað sem hefur verið bókað inn á janúar, febrúar og ekki er búið að gera upp, þá myndi það koma með í þessu uppgjöri. Nú, það sem við gerum næst er að reikna þetta uppgjör. Þá smellum við hér og þá spyrum viltu reikna uppgjörið og við viljum gera það. Og þá erum við búin að fá hér útreikningin og þetta er útreikningurinn og þá er spurningin, stemmir þetta miðað við það sem við vorum með áðan? Við vorum með, ef við kíkjum aðeins á þetta, draugum þetta hérna inn, þá vorum við með hérna útskatt upp á 11.143.409 og við vorum með innskatt upp á 59.817, þannig að þetta stemmir nákvæmlega. Þannig að þá í rauninni þurfum við ekkert að velta þessu neitt meira fyrir okkur. Þetta sem sagt er bara í lagi. Ef að einhvað síður myndum vilja skoða eitthvað nánar hérna, þá getum við, ef við smellum hér, þá fáum við hérna lista yfir færslurnar sem að tilheyra þessu uppgjöri. Þannig að þið getið skoðað hvaða færslur þetta eru. Í sjálfu sér þjónar það engum tilgangi nema að þið væruð með einhverjar villur og verður að leita að einhverju slíku. Það sem að við gerum næst þegar við erum búin að ganga úr skuggum þetta, við vitum að þetta er í lagi, þá förum við hérna í að villuprófaskýrslu. Núna er haft samband við RSK og þeir skila ef einhver villa er, en það er engin villa, þannig að þá er þetta bara í lagi. Það sem að við höfum hérna líka er það að við höfum hérna í þessum glugga hérna, þá höfum við vaskupphæðirnar og hvernig það greinast. Þetta eru sem sagt flokkarnir sem að þið megið senda skattinum, eða senda sem sagt gögn á. Þarna er sem sagt þessar upplýsingar inni og við þurfum ekkert að í rauninni, þetta er bara svona frekari gögn og frekari upplýsingar ef þið viljið skoða eitthvað nánar. Það sem við gerum þá næst
er það að við myndum fara hér í að reikna og bóka vask. Og ef við smellum á það, þá fáum við upp hérna uppástaðsning, og þetta er uppástaðsningin sem er tekin hérna úr uppgjörinu. Og lokadagsningin, hún er líka tekin úr uppgjörinu. Og bókunardagsetningin er alltaf síðasta lokadagsetning á viðkomandi uppgjöri. Það kemur líka hérna. Og númer fylgiskjals, það er alltaf sama númerið og er númerið á uppgjörinu sjálfu. Þannig að ef þið eruð að skoða eitthvað vask uppgjör, þá getið þið farið inn í bókhaldið og flett upp á þessu númeri, þá sjáum við færsluna sem er á bakviða. Ef þið farið í færsluleit á bara fylgiskjalsnúmer sem er á FSK 0010. Nú, hérna getum við valið hvort við ætlum að sem sagt sýna, hvort við ætlum að sýna vaskvæðlunar, bóka þær, og við ætlum að sýna vaskvæðlunar, við ætlum ekki að bóka, af því við ætlum bara að skoða þetta. Og hérna sjáum við hvaða vörubókunarflokka þetta uppgjör tekur, til hvaða vörubókunarflokka þetta tekur. Og ef við förum hérna í forskoðun, þá sjáum við hérna skýrslu, og sem er sem sagt skýrslan sem eru þær færslur sem að uppgjörið tekur til. Og hérna myndu þið, þegar þið farið í að, sem sagt, þegar þið eru búin endanlega, sem ég gerir nú ekki hérna, þá myndu þið haka við hérna og velja prenta, þannig að þið myndu haka við bóka, þannig að uppgjörið sé bókað, þannig og prenta, þannig að þið eigið þessa skýrslu og þessa færslur útprentaðar á blaði. Nú, þegar að þetta er búið, þá förum við í það að skila vaskskýrslu. Þá erum við semst í rauninni búin að ganga frá öllu, og það er allt komið, og það eina sem við eigum eftir núna er að skila þessu inn til skattsins, og það er nákvæmlega það sem við gerum næst. Og hér erum við með hérna er sem sagt skýringar á vaskuppgjörinu sem vorum að reikna og bóka. Og hér er síðan svarið sem kemur frá sem sagt skattinum. Þetta svar sjáið þið inn í uppgjörinu, vaskuppgjörinu. Og ef við förum hérna tilbaka, þá erum við hérna með svar, og þetta birtist hér. Hérna er komin, sem sagt síðustu villuboð var engin villa, af því að þegar við fórum í villuprófunina, þá skilaði það engri villu. Nú, ef við förum aðeins tilbaka, þá sem sagt er í þessari vinnslu sem núna fyrir í gang, sem sagt hjá skattinum, þá er sem sagt búið til, leið og þið eruð að gera þetta, þá er búin til krafa inn í bankanum, og hún er send með hérna sjáum við OCR-röndina sem að er á kröfunni. Nú, í þessu tilviki, eins og hérna á Seyðisfirði, þá erum við ekki bara með eitt vasknúmer. Það er líka höfnin, hún er líka þarna inni, og nú skulum við aðeins skoða hana. Og þá skulum við byrja því að fara og athuga lyklana, hvað það er sem við eigum að skila, og hérna erum við bara með sem sagt
deildarafmörkun á, á bæinn, en nú skulum við taka afmörkunina á höfnina. Þá erum við komið hérna með það sem að vaskurinn á að sýna okkur uppgjörið á að sýna okkur fyrir höfnina. Og þá skulum við fara aftur hér í vaskuppgjör og velja hér nýtt. Og það er enter. Og við veljum vasknúmerið. Og það kemur hér. Og þá er þetta alveg eins og áðan. Við fáum hérna hvernig þetta lítur út, fyrir hvaða tímabil þetta er og svo framvegis. Og hérna veljum við núna að reikna uppgjörið. Og þá fáum við þetta hérna. Og nú skulum við athuga, er allt rétt hjá okkur, er eitthvað sem hefur gerst í einhvers staðar. En hér er 1.126.648, það stemmir, og 3.809.23, þetta stemmir líka. Þannig að þá er ekkert í til fyrirstöðu að halda áfram með þetta uppgjör eins og áður, þar að segja, við erum bara að fara í gegnum röðina, við færum næst í að villuprófa, reikna og bóka vask og síðan að skila skýrslunni. Ég ætla aðeins að bakka svolítið í þessu og við skulum fara hérna aðeins bóra okkur hérna niður í vasknúmerinn og velja hérna ítarlegt. Hérna erum við með þetta er á að vera búið að setja allt upp hjá okkur. Ég ætla aðeins að vekja athygli á því hvað er hérna. Og þá eru það fyrst hérna, ef við förum hér inn á bæinn og skoðum hérna vörubókunarflokkana sem eru unnir þegar þetta uppgjör er sent. Þá er það ALM 11 og ALM 24. Hér hjá höfninni, þá er þetta höfn 11 og höfn 24. Svo erum við hérna með endurkræfanvask og það erum við ekki búin að gera. Þá förum við hérna og skoðum hérna hvaða vörubókunarflokkar þetta eru sem að þarna tilheyra og þá eru sóttir þessir flokkar. Þannig að þetta er það sem er að baki þessum númerum og vinnslunni á uppgjörunum. Ef að við kíkjum hérna aðeins aftur hérna í slideshowið, þá erum við hérna næst með endurkræfanvask. Og uppgjörið á endurkræfanvaski er í rauninni alveg nákvæmlega eins, nema það að ennþá er ekki hægt að senda vélrænt þetta uppgjör. En ef við kíkjum á það hvernig við gerum þetta, þá skulum við fara hér og stofna núna nýtt. Og þá heitir þetta, þá erum við hérna með þetta svona, og þá heitir, þegar við stofnum vasknúmerinn, þá stofnum við yfirleitt alltaf númer sem er með á undan og vasknúmeri sveitarfélagsins fyrir endurkræfa vaskinn. Og ef við veljum þetta númer núna og ítum á enter, þá er eitt sem gerist. Núna er ekkert haft samband við skattinn. Núna er engin tenging inn á skattstjóra, eða ríkisskattstjóra. Þetta hérna kemur inn sem sértímabil. Við skráum hérna árið sem við ætlum að fara að gera upp. Við skráum hérna dagsetninguna frá og þarna notum við alltaf frá 1.1. og veljum að taka eldri opnar með til þess að við fáum alltaf það detti ekki út ef að bókað er inn á eldra tímabil og ekki búið að senda kröfu á það. En hérna kemur alltaf lokadagsetningin á viðkomandi tímabili og þetta er 28.02 og þá erum við komið þetta
og þá veljum við hérna núna að endurreikna vask fyrir tímabilið og að reikna vaskinn og þá fáum við hérna, þetta er 1.397.000 sem að þarna var. Nú tókum við ekki niður tölun áðan hana sem að var fyrir endurkræfa vaskinn. En ef við kíkjum á það hver staðan var á bókhaldsreikningnum, þá er hún hérna 1.397.187. Þannig að þetta uppgjör stemmir líka og þá getum við haldið áfram og klára þetta. Nú þýðir ekkert að villuprófa, en við myndum fara með sama hætti í að reikna og bóka vask þegar við erum núna að samfara okkur það að þetta stemmir allt saman. Þá förum við að reikna og bóka vask og síðan förum við hér, síðan tekur við sem staðins annar prósess og þá er þetta þannig að við förum sem sagt skrifum út sérstaka skýrslu og hún er hér undir VFSK endurkræfur og það eina sem við þurfum að gera hérna og passa hérna er það að við séum að velja rétt númer. Það er að segja, þetta er númerið á uppgjörinu sem við þurfum að velja þarna. Og ef við skoðum þetta aðeins, hvernig þetta gerist í raun, þá erum við komið með þetta hérna. Við þurfum og værum búin að, segjum að við værum búin að reikna og bóka. Þá erum við hérna með skýrslu og þá erum við hérna með VFSK endurkræfur. Og nú skulum við bara smella á það. Hér erum við með númerið á þessu uppgjöri er númer 12. Þannig að þá verðum við að velja hérna vask númer 12. Og nú skulum við fara í forskóðun. Og þá erum við að fá hérna skýrsluna, sundurliða það, þannig að við fáum hér sem sagt frá hverjum reikningurinn er, númerið á reikningnum, dagsetningin á bókuninni, sem sagt það er dagsetning reiknings og þetta er upphæðin, þar af endurkræft er þetta og þá er það þetta sem við erum að krefja. Þess tilviki hefur ekki verið allt saman á reikninu sem var með endurkræfum vaski. Þannig að hér hins vegar er allt saman 21.301 og 21.301 og þá er bara vaskurinn hér, endurkræfi. Þannig að en annars erum við að sjá sem sagt hvað er þar af. Og þessa skýrslu sendum við til skattsins. Hérna sjáum við semst reikningana, hérna sjáum við dæmi færslur þar sem að er verið að bóka í millifærslu. Þetta er semst það sem að tengist ekki innkaupareikningi. Og þá er þetta lögheimtan sem er að senda hérna og þetta er skatturinn af því. Og hérna er síðan sorpið. Þegar við bókum þetta þá er kannski aðeins varðandi endurkræfa vaskinn ástæða til þess að hvetja ykkur til þess að nota annan bókhaldslykill fyrir uppgjörið, heldur ekki nota 68.912, heldur til dæmi 68.913 eða 14 eða eitthvað svoleiðis. Þar sem þið eruð að bóka uppgjörið þegar þið bókið, það sé uppgjörslíkni fyrir endurkræfan, það er eiginlega einfaldara að stemma sig af með þessum aðferðin sem ég var að sýna ykkur áðan, þannig að staðan sé alltaf að sýna þar sem þið eigið að krefja á hverju tímabili. Og þurfum við ekki að fara að taka tillit til þess sem er þá hugsanlega ógreitt hjá skattinum. Nú, þetta er svona í það sem að gerist. Nú, að lokum, þið sjáum við að þetta er tiltölulega einfalt. Og svona gengur þetta fyrir sig í svona 95% tilvika. Þess að þetta er einfalt og gott. Ef þú lendir í þessum 5%,
að þá er rétt að hafa samband við Væs. Það sem að getur verið að þið séu að lenda í er til dæmis ef þið náðu ekki sambandi við skattstjóra, ef að aðgangsorð er ekki rétt og slíkt, þá fáið upp villur. Nú þið getið hugsanlega líka fengið upp villur sem að tengjast í að vaskfærslurnar sjálfar er ekki réttar, að það hefur eitthvað gerst í bókun. Þannig að en þetta er eins og ég segi, þetta er ekki það sem er að gerast svona dagstaglega eða venjulega. Þannig að ef að þið sem sagt lendið í þessu, að þá er bara að senda póst á sveit@væs.is og við myndum þá leysa úr málinu og finna í hverju villan liggur. Nú, ég sendi ykkur þetta slideshow eða þessar á eftir í pósti, þannig að þið hafið þetta og þá hafið þið þarna ramma fyrir verkröðina, hvernig þið eruð að vinna uppgjörið, og það ætti að aðstoða ykkur við það og hjálpa ykkur við það að vinna þetta í framhaldinu. Nú, þá bara þakka ég fyrir og vona að þið hafið haft gagn af þessu og getið notað ykkur þessar upplýsingar sem að þið hafið fengið hérna. Takk fyrir.